Sveppi! Sveppi, hann sofandi og ég að koma í heimsókn. En ég veit alveg af hverju hann sofandi, því Eiður Smári frændans, hann í heimsókn frá Spáni. Ég ætla ekki að vekja að því að þetta býður sko upp á óendanlega marga möguleika. Kannski svona enn í eksta veldi með hrópmertum 53 afskornum. Sáðu hvað ég get gert við hann þegar hann sofandi. Bú, litla grull. Alveg steinsofandi. Sleft, mein lieber Kind, sleft. Hann hefur ekki hugmynd að ég sé komin í heimsókn. Það ennþá nótt, það ennþá nótt. Bíðiði bara, þetta verður svakalegt, SVKLAT, svakalegt. Hvað er skærin hans? Skærin, sláturskærin hans mömmu Sveppa, hún var að klippa vambi, nei, hvað er þetta, vambir í gær. Sko, nú byrja ég á nákvæmnisvinnu. Merkja fyrir augun. Já. Verður svo hræddur að hann á eftir að góla eins og lítið barn. Eina bilaða hugmynd. Hérna er garðálfurins sem Teddi frændi Sveppa gaf honum að því hann komst ekki fyrir upp í grafarholtinu hjá honum. Ég ætla að færa hann að rúminu svo að fyrsta sem Sveppi sér þegar hann vaknar er þessi brjálaði garðálfur. Sveppi, vaknaðu. Ég er Gimli úr Hringadróttin sögu kominn til að taka þig með mér. Sveppi, ég er djákninn á Myrká. Sveppi. Hvað ertu að gera hérna? Sveppi, nú stýri ég þér. Farðu á fætur. Farðu á fætur. Já. Og farðu undir skrifborð. Farðu undir skrifborðið, sagði ég. Já. Það er best að hlýða öllu.
Ertu komin undir skrifborðið? Já. Alveg viss? Já. Lokaðu þá augunum. Eru þau lokuð? Já. Bæði? Já. Ertu ekki að svindla með annað opið? Nei. Ókei þá. Hvað að gerast? Opnaðu augun. Já. Nei! Fyrirgefðu! Ertu komin? Mjálmaðu eins og köttur. Mjálmaðu eins og köttur. Mjá. Stattu nú á fætur, litli sveppi. Mjá. Og taktu trúðagrímuna. Trúðagrímuna sem raftaði á hillunum. Hillunum, meina ég. Og sett hana á þig. Stattu svo á öðrum fæti og galaðu eins og hani í sveit. Gaggalagú. Hærra. Gaggalagú. Og blakaðu vængjunum, litli sveppi. Gaggalagú. Gaggalagú. Var mamma þín að lesa draugasögur frá Þýskalandi fyrir því í gærkvöldi? Já. Já, hún var að því. Þetta líklega það hræðilegasta sem ég lendi í. Ég held að mér sé að dreyma. Og mér er örugglega að dreyma. Af því að mamma var að lesa draugasögur í nótt. Ég lít að vakna bráðum. Hermdu eftir mér. Ha? Samalagali, ombali, taujafonen, rikkala, tæ. Kommali. Skibli, dibli, dibli, jilgagól. Skibli. Ertu hræddur við draugasveppi, litli? Ertu hræddur við drauga? Ég er að spyrja, ertu hræddur við drauga? Já, ég er hræddur við drauga. Það er draugur í herberginu þínu. Ha? Það er draugur í herberginu þínu. Hver er það? Og hann er hérna. Nei! Ég er sko ekki góði draugurinn Kasper. Ég er djákninn frá Myrká. Þessa gúmmískó þekki ég! Nei. Ekkert hræddur, Villi! Sáu þið sveppa? Sjámalagala. Új. Vistu hvað ég var hræddur? Já, þú varst bara svo sofandi, svo fallegt lítið barn þegar ég kom inn. Og mér fannst það svo upplætt því ég sá að mamma þín hefði verið að lesa fyrir þig draugasögurnar eftir þýska frænda minn Danus Jagermeisters. Já, svo dróstu álfinn og allt. Og þú vaknaði bara, hver er þarna? Álfurinn úr Hringadróttins sögu. Ég veit ekki hvort ég á að vera fúll eða hvort mér á að finnast þetta bara fyndi. Já. Hvað sagði mamma? Hleypti mamma þig bara inn? Já, hún sagði hann bara inn í herbergi sofandi. Vá, ég var alveg nærri búinn að pissa í buxurnar. Næstum. Ekkert gult í brók, allt í lagi. Og álfurinn, ég var orðinn rosa hrædd, ég held að hann væri bara að tala við mig. Já. Þetta er nefnilega þannig, sko, þegar maður er sofandi, þá er maður svo sefnæmur, þá er svo auðvelt að fara inn í sálina. Þegar ég er að lesa eitthvað mikið, sem ég þarf kannski að læra til dæmis stórar, þykkar bækur kjarneðlisfræði eða sameinda líffræði frá Þýskalandi, þá setja ég alltaf undir koddann og þá bara svona osmósast er eiginlega inn í heilin á mér, af því að osmósin er það sem er eitthvað mikið, fer í eitthvað sem er lítið og kannski er ekki þessi þekking inn í heilanum á mér, en hún er í bókinni, þannig hún svona osmósast inn í mig. Ég verð að fá mér eitthvað að borða. Já. Sveppi, mér þetta sko eitt draugalag. Draugalag? Já. Við getum samið svona eitthvað hrest draugalag. Draugalögun eru yfirleitt dálítið svona draugaleg. Já, og við skulum gera þetta svona glaðlegt draugabúggi eða eitthvað svoleiðis, sko. Já. Er það ekki? Það hittir sjaldan drauga á miðjum degi. Degi. Þeir vinna sjaldan saman tveir og tveir. En það er bara eins og ég segi. Maður hittir bara draug þegar maður deyr. Já. Draugabúggi,
Ég var næstum búin að kúki, buxurnar mér brá svo mikið. Draugabúki, það var þokkalega spúki. Því villi minn hann fór yfir strikið. Nú fannst þér það, já, þú var samt geðveikt hræddur. Já, ég var mjög hræddur. Draugar eru sjaldan klæddir fötum. Fötum, stúpadúpari. Og allra síst þeir í gúmmískóm. Þú býrði draug með laki og 2 götum. Og draugasögur eru orðin tóm. Já, já, já. Draugabúki, ég var næstum búin að kúki. Buxurnar mér brá svo mikið. Draugabúki, ég var næstum spúki. Villi minn hann fór yfir strikið. Villi minn hann fór alls ekki neitt yfir Strikið. Það var gott lag. Mjög flott lag. Ég held ég nú að Langiseli var ánægður með okkur núna. Já, og skuggarnir. Já.